steðjað vatnsverndarsvæðum í Reykjavík að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Og fyrst tekur til máls Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og borgarfulltrúar. Við setjum hér á dagskrá umræðu hvort að vatnsverndarsvæðin á höfuðborgarsvæðinu sé ógnað. Í ljósi þess að okkur barst bréf, ég held að öllum borgarfulltrúum og ég held að öllum borgarfulltrúum á höfuðborgarsvæðinu, ég veit ekki hvert það var sendt, frá Hraunavinum og náttúruverndarsamtökum Suðvesturlands, þar sem okkur var bent á það að skoða þetta og mér fannst það sjálfsagt að við myndum hafa umræðu hér þessi mál. Svona ekki síst til að bara við heyrðum svona hvert og eitt okkar svona staðsett í umræðunni og í raun og veru hvort við þurfum að hafa áhyggjur. Bréfið var á þá leið, en það var nú sent bara núna rétt eftir áramótin, að það var verið að vara við því að bygging tveggja nýrra háspennulína af stærstu gerð yrði framkvæmt yfir viðkvæmt svæði, vatnsverndarsvæði, suður af Heiðmörk. Og svo í bréfinu kemur auðvitað fram að þegar að bara það fylgir framkvæmdum sem þessum alls konar rask sem að getur verið, og svo ég vitni bara beint í bréfið umtalaða, Heiðmerkursvæðið á þessum sökum einstaklega viðkvæmt fyrir hvers kyns mengun sem auðveldlega getur borið niður í grunnvatnið og það ekkert síður á hraunasvæðunum þó svo að sprungur sjást ekki á yfirborði og svo framvegis. Og svo kemur reyndar má furðu sæta að strangari hömlur hafi ekki verið settar á umferð farartækja svæði í ljósi hugsanlegrar olíumengunar. Og hér auðvitað bara lýst því sem að ég held að hafi verið tekið rækilega í gegn á undanförnum árum, en það bara vinnan í kringum vatnsverndina. Nú hafa heilbrigðisnefndirnar bæði í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu fjallað rækilega þetta. Eins hefur verið mikið samstarf hjá samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu vatnsverndina og fyrir liggur samþykkt hvernig henni skuli háttað og þannig að ég held að það liggi mjög góð grunnvinna vatnsverndina og hvað ber að varast og hvernig ber að haga sér. En ég held samt að það megi gera betur. Í bréfinu kemur ýmislegt fram, bæði efast þörf á ákveðnum línum eins og línunni yfir Sandskeiði og svo verið að tala það að og jafnvel ber kannski ekki alveg saman við það sem það áætlanir sem Landsnet eða hvernig allavega þeir fulltrúar sem koma fram fyrir Landsnet tala þær áætlanir og svo framvegis. Ég ætla nú svona bara að taka undir að auðvitað ber okkur að hafa miklar áhyggjur af því ef einhver heldur því fram að ógn standi að vatnsverndarsvæðin sem eru í okkar umsjá. Þá þurfum við að taka það mjög alvarlega og fara vel yfir hvort það sé ástæða til að gera eitthvað. Og það auðvitað þannig að í þessari samþykkt sem að ég nú með hérna þar auðvitað margt, já ég
held flest ávarpað sem að þarf að hafa í huga þegar verið er að fjalla vatnsverndarsvæðin á höfuðborgarsvæðinu. Okkur sé ég þetta ekki núna hérna, jú hérna þetta afsakið. Þar til dæmis bara að koma fram alveg skýr markmið að okkur beri að tryggja verndun grunnvatnsins og bara alveg skilgreint hvernig að því skuli haga. Það að þetta nær auðvitað líka til framkvæmdana og þar fjallað líka að það skuli framfara áhættumat verði af einhverjum framkvæmdum á þessu svæði. Og nú það svo að þegar þegar var endurskoðað reglur, samþykkt var endurskoðuð vatnsverndina, þá kom það alveg skýrt fram að það þyrfti að vera áhættumat og það alveg inni og það í raun og veru verður ekkert framkvæmt fyrir við sjáum bara hvort að við erum að taka of mikla áhættu eða ekki. Þannig að það eiginlega ekki hægt að taka undir það sem fram kemur í bréfinu að það sé endilega ógnir til staðar. Við höfum ekki séð þetta. Ég held ég fari alveg með rétt mál, nú leiðréttið þið með ef þið vitið betur. Ég held þetta sé bara í því ferli að fara í gegnum þetta áhættumat, þessar framkvæmdir með línurnar. En það auðvitað margt annað sem að má fjalla bara í kringum vatnsverndina sem held ég ágætt að fara bara yfir og ég ætla að gera það núna. Eftir að hafa setið skamma hríð í heilbrigðisnefnd Reykjavíkur þá kynntist ég þessu aðeins og þetta ótrúlega áhugavert efni og áhugavert að fara bara í gegnum það hvernig við þurfum að hegða okkur gagnvart svæðinu. Það sama á við að sitja í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur sem hefur gríðarlegan metnað í að vernda þessi svæði eins og kostur og bæði heilbrigðis eftirlitið og Orkuveitan fjölluðu mjög mikið þessi mál á sínum tíma þegar heildarendurskoðunin fór fram og þetta sé bara gott að rifja aðeins upp hér hvaða atriði þetta voru. Já, það voru til dæmis meðal annars hjá heilbrigðiseftirlitinu voru og eru viðvarandi áhyggjur af umferð á svæðinu og þetta heiðmörkusvæðið og svæðið í kringum vatnsbólinn og með þetta kort en það þarf auðvitað bara að skoða það og hægt að gera það inn á vefsvæðinu ssh.is. Það bæði þetta finna flokk sem heitir vatnsvernd og sjá þar kort yfir svæðin og líka umfjöllun. Það en heilbrigðis nefndirnar hafa fjallað það að það verði að hafa sérstakar áhyggjur af umferð. Það eru vegir á svæðinu og leið eru vegir og þeir eru opnir öllum á öllum tímum og það mætti í raun og veru loka þeim og takmarka umferð þá og sé í raun og veru skrítið að sé ekki gert og taka það með undir í raun og veru sem framkemur í bréfinu sem að við fengum hér stutt eftir áramót og ég að fjalla nú. Og það þá aðallega vegna þess að það hætta á mengunaróhöppum, til dæmis bílveltum eða einhverjum leka sem að með einhverjum hætti mun alltaf telja sérfræðingar skila sér ofan í jarðlögin og menga vatnsbólinn. Og ef þetta verður í einhverjum mæli þá það náttúrulega ekki gott og þá erum við í raun og veru ekki, þá hefur okkur ekki tekist að vernda þetta mikilvæga, bara eitt mikilvægasta svæði sem við höfum í okkur umsjón. Það líka verið að fjalla Orkuveitan sem hefur sýnt þessu gríðarlega mikinn áhuga, hefur líka fjallað hvað þurfa að gera á þessu svæði og ég veit
að það nú mjög mikið í takt við það sem að framkemur í heilbrigðiseftirlitinu. Það fara aðeins yfir það líka. Þar hefur komið fram í þeirra plöggum að það verði að skoða það vel að hafa nægt rými og þá fjármagn til rannsókna og nota rannsóknir mun bara algjörlega bara nota þær til þess að byggja á og skoða hvort að það sé í rauninni verið að berast eitthvað mengun niður í jarðlögin og inn í vatnið, út í vatnið og þeim finnst að svo hafi jafnvel ekki alltaf verið og í einhverjum tilfellum hafi ekki verið byggt á réttum rannsóknum og ég vona auðvitað að það sé breytt en þetta við þessu vöruðu þau á sínum tíma og hafa þau tekið saman nokkur álitamál sem hafa komið fram undanfarin ár og talið að það þurfi að deiliskipuleggja mikið betur þetta svæði, það sé ekki nægilega vel gert eins og staðan í dag og það verði að skoða alla notkunna því þetta nú einu sinni bara vinsælasta útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Það verði að skoða alla aðra notkun en með hliðstjórn af því að þetta eru vatnsverndarsvæði og takmarkana eins og þarf í ljósi þess. Þar til dæmis hægt að taka fram að skíðasvæðið í Bláfjöllum og Þríhnjúkagígur sem er nú svona í einhvernum burðarliðnum að verða mjög vinsæll og eftirsóttur ferðamannastaður. Þessi svæði eru hins vegar undir í því að það ekki hægt að byggja upp eins mikið og menn kannski vildu gera vegna þess að það verður að takmarka umferð á svæðinu og það verður að skoða það hvernig draga megi úr hættu og mengunarslysum og svo framvegis. Þetta nú svona gegnumgangandi hjá þessum aðilum í þessari umfjöllum og ég veit ekki söguna í umfjöllun umhverfis- og skipulagsráðs á þessu svæði. Ég veit ekki hvort það eitthvað í pípunum deiliskipulag á okkar landi Reykjavíkurborgar á heiðmörkursvæðinu og hvort það eitthvað í pípunum eða hvað. Það sem ég finn hins vegar hjá starfsfólki Orkuveitunnar að þeim finnst við ekki nógu stíf, þeim finnst við eigum að vera strangari, við eigum að taka þetta fastari tökum, við eigum að takmarka umferð miklu meira en við gerum og svo framvegis. Svo það auðvitað þessar línur sem náttúrulega bara eru á skipulagi og það gert ráð fyrir að það verði lagðar þessar suðvesturlínur fyrir neðan Bláfjallaveginn og fyrir ofan Vatnsbólinn og Hafnarfjarðarbær hefur gert þá kröfu að áður en þau fallast á að veita það leyfi þá verði eldri línurnar fjarlægðar. Allt þetta kallar auðvitað á rask og á það eru hraunavinirnir og náttúruverndarsamtökin að benda, við þurfum auðvitað að taka það alvarlega en svona við allavega mína skoðun á þessu máli þá sýnist mér að við hljótum að fá upp áhættu þættina í þessu áhættumati sem að búið að vera skilgreina í samþykktinni. Þannig að það ekki hægt að taka undir það að það sé ógnin steðji að okkur og ég held að við séum með svona einhverjar girðingar eða allavega þær girðingar sem að við þurfum í bili til þess að sjá þetta en svo eigum við auðvitað eftir að sjá hvað kemur upp úr krafsinu. Það hefur verið talað að til dæmis bara ef að yrði meðferð skotvopna og opnað eitthvað skotsvæði á vatnsverndarsvæðunum, það gæti að leitt til þess að blýhögl færu niður og það myndi jafnvel geta mengað. Þetta er í raun og veru svo
lítið sem þarf til þess að hafa jafnvel alvarlega áhrif, þannig að við þurfum að vera vel á verði. Og síðan geti fylgt auðvitað allskyns áhættur með lagningu vega, eins og tvöföldum vega sem að eflaust verður umfjöllunarefni á þessu kjörtímabili, austur fyrir fjall og svo framvegis. Reyndar þegar maður fór svona að pæla í þessu betur á sínum tíma, þá fannst mér til dæmis skrítið að vera ekki fjalla meira flugumferð á svæðinu, og við fjölluðum það í heilbrigðisnefndinni og kölluðum eftir upplýsingum það hvaða flugumferð væri á svæðinu, og heilbrigðiseftirlitið gekk í málið og óskaði eftir upplýsingum frá Isavia flug yfir vatnsverndarsvæðunum, og mér fannst mjög athyglisvert hvað kom út af því að að því að við erum að tala svo ofboðslega svona mikil smáatriði, og bara í raun og veru þar sem við erum að tala atriði allt í blýhögl og einstaka sumarbústaði og eitthvað sem er á þessu svæði, þá gilda engar sérstakar reglur flugið. En það samt töluvert þarna yfir. Og svo ég fari aðeins yfir það sem framkom, og mér fannst þetta mjög athyglisvert, og til að heilbrigðisnefndinni að ganga bara í málið og heilbrigðiseftirlitið að skoða það hvort það væri ekki eðlilegt að bæta við einhverjum takmörkum, því að flugslys á svæðinu getur valdið mikið meiri skaða heldur en verið að tiltaka í þeim samþykktum sem við höfum nú. Og hvernig það gert veit ég ekkert en auðvitað bara þurfa sérfræðingar að fjalla það. Isavia hafði reyndar ekki hafði upplýsingar sem sagt, hvað heitir þetta, reglulegt flug, en var ekki með upplýsingar flug sem fyrir neðan 3000 fet, sem getur þá verið minni flugvélar eða þyrlur eða einhver önnur tæki. Síðan hafa okkur borist reynda fréttir af því að það hafi lent þyrlur án allra leyfa og án bara þess að spyrja kongnum prest það. Þær hafi lent innan vatnsverndarsvæða, og það auðvitað algjörlega ótækt og einhvern veginn svolítið eins og sé gloppa þá í okkar kerfi sem við hljótum að kalla eftir að verði skoðuð og verði einhvern veginn bætt, þannig að koma með í veg fyrir að það geti endurtekið sig. Gögnin frá Isavia athyglisvert. Þar kemur fram að sem sagt það helst flug frá Reykjavíkurflugvelli til og frá Vestmannaeyjum, Hornafirði og Egilsstaða sem flýgur yfir þessu svæði, og það teknar saman tölur þessar áfangastaði í áætlunarflugi fyrir 1 ár, og þær eru til og hafa verið sendar heilbrigðiseftirlitinu í Reykjavík og sýna að þetta alveg töluvert. Þetta eru eitthvað 1000, já, segir það kannski ekki, þetta eru tekið saman fleiri 1000 ferða, og maður svona velti fyrir sér hvaða áhætta stafi af þeim og hvernig ber að meta hana og hvort hún sé hreinlega metin í því regluverki sem við eigum. Þannig að mér finnst eðlilegt eftir þessa skoðun mína, sem að svona kemur bara í kjölfar þessara áminningar sem við fáum frá Hraunavinum og Náttúruverndarsamtökum Suðvesturlands, að við tökum til enn frekari og strangari skoðunar
hvort að við þurfum ekki að bæta okkar eftirlitskerfi og fara það, jafnvel bara að bera það þá inn í það samstarf sem við erum með við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Það er auðvitað hægt að tala heilmikið meira um þetta, ég ætla ekki að gera það. Mér langaði bara að ræða þetta mál hér einu sinni og ég man ekki eftir að við höfum gert það, ekki allavega meðan ég hef verið starfandi borgarfulltrúi, þannig að það verður gaman að heyra hvað þið hafið að segja við hinn. Takk fyrir það. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og Sigurður Björn Blöndal hefur beðið að koma upp í andsvar. Borgarfulltrúi. Formaður borgarráðs. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, við erum svo nokkru sinnum rætt þessi vatnsverndarmál hér í sölum borgarstjórnar og ég á nú von á að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson muni fara svona nokkuð ítarlega yfir stöðuna á þessum málum. En mér langaði bara aðeins varðandi að því að barst hér í tal hættan á flugslysum og öðru slíku. En þá var ágætis skýrsla sem var gerð á Mannvit þessi áhættumat á Bláfjallasvæðinu 2011. Þar kemur meðal annars fram að þar svona vegin og metin hættan af flugslysum versus til dæmis skaða sem getur hlotist af því að bíll fari út af. Og hættan á vatnsmengun í vatnsbóli vegna flugslys hverfandi vegna þess í fyrsta lagi að sprengihættan það mikil að það er líklegast að allt eldsneyti verði gufað upp áður en að það kemst ofan í jörðina. Það sama á hins vegar ekki endilega við ef að til dæmis bara fólksbíll fer út af. Það mun meiri hætta á því. Og síðan eru þetta líkunar á flugslysi mjög litlar. Það er má segja að til dæmis það tekið svona dæmi það hver hætta á slysi, til dæmis umferðaróhappi versus flugslys. Umferðaróhapp getur gerst, það líkur á því 1/10.000 á meðan að líkur á flugslysi 1/1.000.000. Þannig að hættan af flugumferð yfir vatnsverndarsvæði, þar að segja að það hafi skaðleg áhrif á vatnsbólinn, hún ekki mikil hvað þetta varðar, en auðvitað hefur mikil flugumferð þessar áhrif á loftslag og þar að leiðandi á endanum getur það leitt til súrnunar jarðvegs í gegnum bara loftslagsbreytingar og eins og svo margt þá gætum við nú fært ansi marga hluti í umræðu hér í borgarstjórn inn á það að loftslagsmálin auðvitað það sem er hættulegast fyrir vatnsbólinn okkar. Þá hefur Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvari svarar borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir. Forseti borgarfulltrúar, já, þakka kærlega fyrir þetta andsvar og vissi ekki af því að þetta væri til og gott að heyra. Hins vegar langar mig þá að bara endurtaka að það samt stórskrítið að þyrla geti lent innan vatnsverndarsvæðis. Þú veist, það ekki flugslys en það er einhver umferð sem að hver sér og gerum við þá ekki kröfu að það verði settar einhverjar reglur þetta og eitthvað eftirlit haft með þessu. Því Isavia ekki að gera það, hver þá að gera það? Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir lokið við að svara andsvari og Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi kemur upp og svarar andsvari öðru sinni. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég held að það sé alveg eðlilegt bara svona í prinsippinu að þessi gildi einhverja skýrar reglur þyrluflug og hvar þyrlur mega lenda og í sjálfu sér bara umferð þyrlna því að það er valda náttúrulega ýmsum óþægjendum bæði fyrir fólk sem
sem á svæðum þar sem að þyrlur eru á ferð og svo framvegis, það mikill hávaði af þeim. Mesta hættan varðandi þyrluumferð á vatnsverndarsvæði auðvitað ef að þyrlan að flytja einhvers konar vöru, til dæmis olíu í dunkum sem að gæti hugsanlega, hvað var að segja, gæti með einhverjum hætti fallið til jarðar eða sprungið eða sem sagt komið gat á tanka eða slíkt og þá það náttúrulega, getur það valdið skaða. Slíkt hefur gerst í tengslum við þrínhúka sem var nefnt hér en það á raunar sama við þyrluumferðina og flugumferðina hvað varðar slysahættuna að ef þyrla ferst þá eru mjög litlar líkur á að olía eða sérstaklega bensín úr henni nái nokkuð tíðan að komast niður í grunnvatni. Þá Sigurbjörn Blöndal lokið við að veita andsvar öðru sinni og andsvörum telst lokið og næst tekur til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn. Það rétt sem kom hérna fram áðan að það hefur verið unnin mjög mikil vinna, undirbúningsvinna varðandi vatnsverndina. Þetta sífellt til endurskoðunar. Það í gildi samþykkt frá því fyrra verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnar umdæma sveitarfélagana hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta nú svona talsverðu leyti á ábyrgð og undir eftirliti heilbrigðisnefndanna sem að hafa leikið talsvert stórt hlutverk í allir þessari vinnu og ég gerir ráð fyrir því að borgarfulltrúi Sabine Leskopf segja okkur aðeins það og eins kannski svona að hve miklu leyti heilbrigðisnefndin í Reykjavík eða heilbrigðiseftirlitið til að mynda hefur komið að þessum fyrirhuguðu áætlunum lagningu háspennulínu, svokallari suðvesturlínu hér yfir eða í jaðri vatnsverndarsvæða. En að því að ég hérna formaður svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins og þá langar mér rétt til að tæpa aðeins á því að því að í svæðisskipulaginu, samþykktu svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins að þar fær vatnsverndin talsverða umfjöllun og það raunar kafli sem að heitir köflunum skipt í kafla heitin leiðarljós og eitt heitir leiðarljós 4, það heilnæmt umhverfi og heilbrigt líf og það reyndar og það því að síðan skilgreind markmið og eitt af því sem að kannski eitt markmiðið það og það nú svona í mjög miklu samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur og annarra sveitarfélaga hér að það að íbúar höfuðborgarsvæðisins hafi aðgengi að fjölbreyttum útivistarsvæðum. Það svolítið hérna hinn hliðin á peningnum, annars vegar höfum við sem sagt nokkuð stranga og nauðsynlega vatnsverndarstefnu en hins vegar höfum líka þá stefnu að sem sagt þessi svæði, Heiðmörkin náttúrulega besta dæmið, að það sé útivistarsvæði borgarbúa og þá verða borgarbúar að komast þangað. Og það hefur nú valdið því hvernig, sem sagt spurningin, hvernig að taka nákvæmlega á því til að mynda á að banna alla bílaumferð í Heiðmörk. Það lá nærri við að draga þá ályktun af áliti sem barst frá Orkuveitu Reykjavíkur og það hefur ekki alveg nást lending í því máli hversu langt á að ganga og þá það ekki vegna sérvisku eða þvermóðsku heldur frekar vegna þess að það líka þáttur í málinu og það aðgengi fólks að þessum stórkostlegu útivistarsvæðum. En það sjálfsagt að einhverju leyti eilífðarmál og
Svo náttúrulega þessi áhersla á vatnsverndarsvæðin sem að þetta var og stór þáttur í rauninni í starfi svæðisskipulagsnefndarinnar auðvitað líka áminning það að byggingarlandið við höfuðborgarsvæðið ekki óþrjótandi. Það þvert á móti mjög takmarkað, það mjög takmörkuð auðlind og í sumum tilvikum sveitarfélögin komin með byggðina alveg upp að vatnsverndarsvæðunum. Þannig að lengra verður ekki haldið. Það segir hér í svæðisskipulaginu að það markmið fjögur eins og það heitir nú, það skiptir nú kannski öllu máli, heldur hitt að það segir að með leyfi forseta að á höfuðborgarsvæðinu verði ávallt nægt framboð að hreinu og ómeðhöndluðu drykkjarvatni með markvissri vernd, vatnsbóla og aukinni samræmingu og nýtingu auðlindarinnar. Þarna eru setningar mikilvægi þess að auka samstarf nýtingu auðlindarinnar, það að segja vatnsins og að tryggja öryggi neytendanna. Þarna fjallaði mannvirki á vatnsverndarsvæðunum, það hefur komið hér fram, það eru heilmikil mannvirki, sjálfur Suðurlandsvegurinn, sennilega umferðarmesti vegur, þjóðvegur landsins, Bláfjallavegur, að stærsta skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins, það ferðamannastaðurinn Þríhnúkar, þannig mætti telja eitthvað. Og því lögð áherslu það í svæðisskipulaginu að það sé hugað við hönnun og endurgerð vega sé hugað að því innan vatnsverndarsvæðanna að draga sem allra mest á líkunum á olíumengun sem var hér til umræðu áðan. Og einnig það nefnt hversu mikilvægt það að það séu klárar mótvægisaðgerðir ef það hendir að bíll lendir út af. Nú það sérstaklega getið mannvirkjabelti og það fjallar raunin það að þau mannvirki eins og háspennulínur að þau séu ekki út allt, heldur þá á tilteknu belti og það snýst nú meðal annars þessi fyrirætlan Landsnets eins og ég kem inn á eftir aðeins en það segir ennfremur í svæðisskipulaginu að háspennulínum innan höfuðborgarsvæðisins verði ekki fjölgað og frekar þá horft til þess ef nauðsyn talin að leggja háspennustrengi í jörðu og svo líka þarna nýr flokkur sem nefndur, það öryggisvæði, það sem sagt nýr flokkur vatnsverndarsvæða og sem að fjallar annars vegar yfirborðsvatn, öryggi þess og svo hins vegar grunnvatn. En bara svona til að nefna mikilvæg atriði varðandi aðgerðir svæðisskipulagsnefndar og SSH eða stjórnar sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og þá það ætla ég að nefna hér nokkur atriði sem eru tekin sérstaklega fram og það það að númer 1 að svæðisskipulagsnefnd viðheldur í samvinnu við framkvæmdastjórn vatnsverndar kortagrunni yfir samþykkt vatnsverndarsvæði og önnur áhrifasvæði vatnsbóla og ég ætti kannski að geta þess að því ég að vitna hér beint í texta með leyfi forseta að ég held því áfram með leyfi sama aðila vonandi. Svæðisskipulagsnefnd upplýsir vatnsveitur breytingar á mannfjöldaspá með gerð 4 ára þróunaráætlunar og leitar eftir sameiginlegu mati og bestu nýtingu. SSH leitar leiða til að auka samvinnu vatnsveitna við að tryggja að íbúar á höfuðborgarsvæðinu eigi alltaf kost á ómeðhöndluðu vatni, jafnvel þótt óhapp verði í einhverju vatnsbólanna. SSH vinnur með framkvæmdastjórn vatnsverndar að aukinni samræmingu eftirlits og viðbragðsáætlun á vatnsverndarsvæðunum og svæðisskipulagsnefnd vinnur með sveitarfélögum og framkvæmdastjórn vatnsverndar að skilgreiningu á fyrrnefndu mannvirkjabelti vatnsverndarsvæði og það ber að stefna því að öll umfangsmikil mannvirki sem feli í sér hættu á mengun séu inn á skilgreindu mannvirkjabelti til að stuðla að markvissari mótvægisaðgerðum. Nú hvað varðar aðgerðir
sem að snúað aðildarsveitarfélögum og byggðasamlögum að þá það tiltekið að sveitarfélög skulu innleiða mörk vatnsverndarsvæða og reglur heilbrigðissamþykktar í sínar skipulagsáætlanir, að sveitarfélögin taki mið af skilgreindu mannvirkjabelti á vatnsverndarsvæðum sínum, að vatnsveitur sveitarfélagana leiti leiða til að koma svokallaðri hringtengingu í neysluverkefni, þannig að hægt sé að veita vatni frá mismunandi vatnsbólum til einstakra staða í dreifikerfinu, að það verði unnið að uppsetningu sérstaks reiknilíkans og að sveitarfélög og framkvæmdastjórn vatnsverndar meti þörfina fyrir ákveðum staðsetningu bílastæða á heiðmerkursvæðinu og að lokun þeirra vega sem ekki haldið við. Og aðgerðir hvað varðar aðkomu og aðgerðir annara eða liðir hvað varðar aðgerðir annara, og þá það að vegagerðin vinni í samvinnu við sveitarfélögin að mótvægisaðgerðum og reglubundinni vöktun og mengun frá vegum innan vatnsverndarsvæða og sérstök áhersla sé lögð á 2 fyrrnefnda vegi, nefnilega Suðurlandsveg og Bláfjallaveg, og að Landsnet, margumrætt, taki mið af þessu skilgreinda mannvirkjabelti við hönnun og lagningu fyrirhugaðrar háspennulínu. Þetta sem sagt svona það sem að svæðisskipulagið hefur vatnsverndin að segja. Og svo langaði mig aðeins að koma inn á hér nokkra punkta sem að lúta sérstaklega að þessari tilteknu línu sem hefur verið kölluð Suðvesturlínan, og það eins og kom réttilega fram hér áðan hjá borgarfulltrúnum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur að þetta hefur verið inn á aðalskipulag sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu allengi í rúman áratug og það átti að hefja þarna framkvæmdir 2009 og þarna að ræða nýja línu sem liggur meðfram annarri línulögn neðan við Bláfjallaveg. Og það sem að ætti nú að fylgja umfjöllun þetta svo allir sanngirni sé nú gætt, en kemur ekki alltaf fram, það það að þessar áætlanir að þær gerir ráð fyrir því að það leysi að hólmi aðra háspennulínu sem þó lögð niður, nefnilega svokallaða Hamraneslínu sem að liggur frá tengjuverki í Geithálsi í Straumsvík og fer þvert yfir stærstu vatnsból höfuðborgarsvæðisins. Þannig að það eiginlega mikil til unnið að losna við Hamraneslínuna. Þessi framkvæmd sem að varðandi lagningu Suðvesturlínuna var lögð á ís eftir hrun og síðan urðu ákveðin atvikaröð og aðalega þá vegna þess að Hafnarfjörður mótmælti því að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir ákveðnum áfanga á þessari leið að þá sem sagt hefur Landsnet aftur komið inn með Suðvesturlínuna innan höfuðborgarsvæðisins og þannig að rafmagnið komið þá úr 9 tengjuvirki á Sandskeið og yfir í nýtt tengivirki við Straumsvík og þá verður sem sagt hægt að taka niður Hamraneslínuna. Þetta hefur verið fjallað hjá samráðsvettvangi vatnsverndar eins og það heitir en í þeim hópi eru fulltrúar heilbrigðiseftirlits og vatnsveitna. Það hefur verið fundað með Landsneti hvernig standa beri af gerð áhættumats. Það er mjög mikilvægt að það komi ítrekað, það kom nú fram hér áðan að það verður aldrei veitt neitt framkvæmdaleyfi fyrir þessari Suðvesturlínu þó hún fari ekki beinlínis yfir vatnsból, heldur sé á þessu mannvirkjasvæði að það framkvæmdaleyfi verður ekki veitt fyrr en að loknu áhættumati sem ekki búið og að því gefnu að þetta áhættumat sé þá jákvætt. Ef það verður ekki jákvætt þá verður einfaldlega ekki af þessu. Og þannig að það rauninni ekki hægt að fullyrða fyrr en að loknu þessu áhættumati hvort að stafi hætta af þessari framkvæmd. En þar með ekki sagt að það sé ástæðulaust fyrir okkur að vera að ræða þetta mál þvert á móti. Það bara mjög gott að fá
tækifæri til þess og það nú þannig að allavega hvað varðar svona skipulagsmálin í borginni að þá eru þar mjög miklir hagsmunir einstakra félag og einstakra einstakling og borgarinnar líka sem að kveða fyrst og fremst á uppbyggingu húsnæðis sem að tekur þá mikið pláss og miklu orku en hlutir eins og þetta sem sagt mat á áhættu varðandi vatnsverndarsvæði eðli málsins samkvæmt svolítið ónákvæmt og stundum pínulítið, ekki loftkennt, heldur frekar vatnskennt. Þannig að þróun mála oft svo að þetta lendir einhvern veginn til hliðar, þannig að ég fagna þessari umræðu og vonast til þess að þessi yfirferð mín hafi samt orðið til þess að borgarfulltrúar og hlustendur nær og fjær séu klárir af því að það hefur verið lögð mjög mikil vinna og það mjög detaljeruð áætlun í gangi með markmiðssetningu og svo framvegis og öll sveitarfélögin algjörlega sammála það á höfuðborgarsvæðinu. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og Sabine Leskopf borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla að byrja því að þakka borgarfulltrúum Áslaugu Maríu Friðriksdóttur fyrir að taka þetta mál hér til umræðunar og svara þessu bréfi. Hér hafa verið lýstar ágætlega þær áhyggjur sem framkoma í bréfinu frá Hraunavinum og náttúruverndarsamtökum Suðvesturlands varðandi ógn fyrir vatnsból höfuðborgarsvæðisins sem við verum að sjálfsögðu að taka alvarlega. Ég ætla bara stuttlega að bæta hér við örfáum atriðum varðandi ábyrgðarsvið heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar sem náttúrulega fer með eftirlit varðandi vatnsverndarsvæði. Borgarfulltrúi Áslaugu Maríu Friðriksdóttur hefur stuttlega nefnt fyrirkomulagið og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur bent á að framkvæmdastjórar heilbrigðiseftirlitssvæða á höfuðborgarsvæðinu mynda sameiginlega framkvæmdastjórn. Þannig að það mikið samstarf sem mjög mikilvægt, ekki síst vegna þess hvað Hafnarfjarðarbær að gera núna í sambandi við að breyta deiluskipulagi vegna línanna. Varðandi Suðvesturlínur þá lagði heilbrigðiseftirlit á sínum tíma fram umsögn frummatsskýrslu vegna mats á umhverfisáhrifum í tengsl við línurnar og styrkingu raforku flutningskerfis á Suðvesturlandi. Það var tekið fram með mjög skýrum hætti að fyrirhuguð framkvæmd getur vissulega haft mikið áhrif á vatnsból þrátt fyrir öryggiskröfur og mótvægisaðgerðir og það segir með leyfi forseta framkvæmd vatnsverndar getur farið í uppnám einkum inni á grann- og brunnsvæði og það 4 svæði sem sagt brunn, grann, fjarsvæði og öryggissvæði í námunda við og með aðreynsli af vatnsbólunum. Stóraukin umferð vinnutækja getur leitt til ófyrirséðra mengunaróhappa sem í þessari nálgæð gætu menga vatnsból. Framkvæmdir og rask sem fylgja uppbyggingu og þjónustu við þessar háspennulínur svo nærri vatnsbólum skapa óhjákvæmilega hættu fyrir öryggi vatnsöflunar. Þannig að það var tekið á þessu og heilbrigðiseftirlit hefur vekið athygli á hversu vandmeðfarið þessar framkvæmdir eru, ekki síst ef maður væri nú tilbúin að skoða aðra möguleika en slíka háspennulína ofanjarðar, þó þeir séu vissulega töluvert dýrar. En þessi umsögn dagsett 9. júní 2009, þannig að það svolítið síðan og það hefur náttúrulega margt breyst síðan. Eins og hefur verið nefnt, þá hefur verndarsvæðin sjálf verið breytt. Samþykkt vatnsverndarsvæði var breytt 2015 og svo náttúrulega koma líka ný náttúruverndarlög árið 2013 og það sérstaklega tekist á við þetta og tekið tillit til þess hvernig hægt að koma í veg fyrir mengunarspjöll og neikvæð sjónáhrif. Þannig að það vissulega tímabært að skoða málefni vandlega núna aftur.
En að öðru leyti eru svo sem enga nýja umsagnarbeiðnir eða slíkt önnur erindi varðandi þá framkvæmd fyrir heilbrigðiseftirlit nema hefðbundið eftirlit og hef ég sem formaður heilbrigðisnefndar óskað eftir yfirlit yfir þau störf og þá sérstaklega hvort það hafi nú verið einhverja alvarlega athugasemdir. Almennt kannski gott að vita að það að sjálfsögðu farið í reglubundið eftirlit með öllu svæðinu árlega og svo eftir þörfum, sem sagt ef það einhverja tilkynningar, eftirfylgnislys eða eitthvað slíkt. Varðandi eftirliti þá sem fer fram, þá þarna líka tekið sýni og dreifikerfinu af neysluvatni 2 í viku og svo heildar sýnatöku inn á sjálfu svæðinu 3 á ári. En heilbrigðisnefnd hefur að sjálfsögðu fengið hérna þetta bréf og mun tilbúin að taka vatnsverndina almennt til umræðunar á næstunni. Þó erindi frá Hraunvinum og náttúruverndarsamtökum Suðvesturlands að mér finnst frekar almenns eðlis, þannig að ég les ekkert konkrétt úr því og mér svo sem ekki alveg ljóst af hverju það kemur akkurat núna en kannski getum við fengið nánari skýringar þar á. En eins og hefur komið fram þá meira en bara línulagnarnar, það ferðamennska á svæðinu og einmitt ég mjög sammála ræðumönnum hér á undan að þyrluumferð áhyggjuefni og man ég ekki hvort fólk fylgdist með ferðum Justin Bieber, ég var ekki fyrra, einmitt það var þyrlan sem hann var að ferðast með lendi einmitt á vatnsverndarsvæði og eina ástæðan fyrir að við vitum af því að það kom mynd af því í blöðunum og það rosalega erfitt að fylgjast með þessu af því að Isavia getur ekki gefið okkur upplýsingar þessar ferðir sem eru undir ákveðnu flughæð, þær ekki skráðar og það víst þessi útsýnisflug sem hafa aukist mest og við vitum ekki nóg mikið ég alveg sammála þar og ég hef heyrt og talað við íbúa sem hafa lýst þessu eins og þeim finnst að þeir búa á einhverju stríðsjáru svæði. Þannig að, bara endur þó að heilbrigðiseftirlit sjálf hefur svo sem ekki, einungis takmarka möguleika umboð að taka frumkvæði hér, að aukna eða breyta eftirlit fyrirkomulag, nema náttúrulega að fylgja eftir gildandi löggjöf og samþykktum og svo framvegis, þá eins og ég sagði bara mjög gott mál að taka þessu umræðum og algjörlega tímabært og við munum fylgjast þessu eftir. Þá hefur Sabínu Leskopf borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar, ég bara þakka kærlega fyrir þessa umræðu. Mér heyrist við eiginlega þá við lítum held ég mjög svipað á þetta allt saman. Umsagnir, ég var einmitt búin að fara yfir þær sem að Sabínu Leskopf borgarfulltrúi var að lesa upp frá heilbrigðiseftirlitinu sem komið fram auðvitað svolítið áður heldur en að samþykktin var til, þannig að maður lítur eiginlega svo á að þar sé búið að taka tillit til þess sem að framkom hjá heilbrigðiseftirlitinu og áhættu mats ákvæðin þar inni séu til dæmis tilkomin til þess að vernda það sem að hugsanlega geti gerst. Og eiginlega finnst mér mér finnst áhugavert einmitt að heyra þetta sem að ég held að margir borgarbúar gera sér grein fyrir, að þeir eru ofta að spyrja mann bara af hverju ekki verið að byggja meira upp á skíðasvæðinu Bláfjöllum, af hverju eru við ekki að gera betur í ferðamannasvæðinu Þríhnjúkagí og svoleiðis. Fólk skilur ekki alveg bara gerð svæðisins og hversu viðkvæmt það Og auðvitað þetta eitthvað sem á eftir að fara í gegnum. Maður samt svona klórar sér stundum í hausnum yfir því að Orkuveitan sem fer nú með hluta svæðinu fyrir okkar hönd sem eiganda fyrirtækisins hefur mjög í raun og veru stranga sýn á notkunina á svæðinu og
fer miklu svona strangari leiðir heldur en til dæmis svo þegar maður bara fer hinum megin við og horfir á svo til dæmis nágrannasveitarfélagið Kópavog sem búið að byggja hreinlega alveg upp að vatnsbólunum og maður svona spyr er búið að ræða þetta eitthvað? Þú veist, eru menn orðnir sammála hversu langt maður fara? Var það tekið inn í svæðisskipulagsvinnunni? Ég bara þekki það ekki, ég spyr bara ef þið skildu vita það. Annars finnst mér bara umræðan hafi verið góð og ég þakka kærlega fyrir hana og ég held að við séum sammála það. Það ekki hægt að svara því hvort að fyrsta lagi hvort að sé þörf á línunum sem að suðvesturlínunum eða sandskeiðslínunum og ekki hægt að svara því heldur hvort að ógn muni steðja að þeim framkvæmdum sem verða ef þær koma til með að koma til framkvæmda og eða hvar sem það verður, það ekki hægt að svara því þannig að það ekki hægt að taka alveg undir það sem fram kemur í bréfinu og að öðru leyti held ég já að það þarf eitthvað að gerast í sambandi við þessa óheftu flugsamgöngur þarna sem að enginn virðist einhvern veginn geta haft eftirlit með. Það verður þó að minnsta kosti að setja eitthvað sektarákvæði eitthvað inn. Nú veit ég ekki hvaða lög getur hugsanlega gripið það. En mér finnst að, og ég eiginlega bara vísa því til Sabínu Leifskog borgarfulltrúa sem formaður heilbrigðisnefndar, það ekki rétt hjá mér? Já, að bara og bara óskar því hún taki það í sína hendur og haldi því verkefni áfram inn í heilbrigðisnefndin. En takk fyrir umræðunar. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Forseta hefur borist beiðni frá málshefjanda að 5. lið sem heitir umræðum fjölgun borgarfulltrúa og tengingu við hverfi borgarinnar að honum verði frestað. Ég þarf líklega að bera það undir fundinn. Nei, ég ætla bara að fresta honum. Það var það 6. liður á dagskrá.